Komið sæl. Geir Konráð heiti ég og ég leikstjórinn hérna í Menntaskólanum í Borgarnesi og leikstjórinn í leikfélaginu SVF1. Við erum að fara að setja upp Línu Langsokk til heiðurs Astridar Lindgren sem hefði verið 110 ára á þessu ári. Það sem við erum að fara að gera hérna núna er Lína Langsokk sem eiginlega allir kannast við. Þetta var sýnt fyrir 2 árum síðan í Borgarleikhúsinu, þannig að það er ennþá ferskt í minni fyrir mörgum börnum, en auðvitað kannast eiginlega allir Íslendingar við þetta leikrit. Sagan er sú sem flestir kannast við. Það er þessi klassíska Línu saga þegar hún kemur fyrst á sjónarhól og hittir Tomma og Önnu í fyrsta skipti. Það er náttúrulega margar sögur í kringum Línu Langsokk að þetta er svona byrjunin. Við ímyndum okkur svona Svíþjóð á miðjuhluta síðustu aldar. Þetta er allt voða sænskt og krúttlegt. Þetta er þarna smábær sem allt í einu gjörbreytist þegar þessi stelpa sem enginn raunverulega veit er komin á svæðið. Við sjáum þetta í gegnum augun á Tomma og Önnu. Þau koma þarna og sjá sjónarhól þennan gamla hjall sem einhver er fluttur í. Það mun vera Lína, hesturinn hennar og herra Níels, apinn hennar. Og upp úr þessu kynnast þau, verða ógulega góði vinnir. En það er ekki allir í bænum sáttir með þessa nýju stelpu og þar á meðal er svona andstæðingurinn í sögunni frú Prússolín, svona ákveðin fín frú í bænum sem finnst að ungbörn eiga að haga sér almennilega og vera alltaf stillt og prúð og alls ekki búa ein með einhvern apa og hest. Og hún gerir allt sem í hennar valdi stendur til þess að koma Línu á barnaheimili. Og inn í þetta koma síðan löggurnar í bænum, það eru þjófar í bænum sem brjótast inn til Línu. Við erum með sterkasta mann í heimi sem Lína glímir við, þetta er alveg ákveðin aksjón í þessu. Og til þess að toppa þetta allt saman þá komist við að því að Lína er sjóræningi og það eru sjóræningjar sem koma í bæinn. Við erum búin að æfa í þó nokkur stund og það er ennþá nokkra vikur í frumsýningu, þannig að þetta er svona miðjukaflinn, skemmtilegi kaflinn að við erum að setja fólk í búninga og vera að mála og byggja sviðsmyndina. Og þetta er það sem allir kannast við, það er að segja sjónarhól. Við erum með hest sem þarf að búa til og apa, sjóræningja og sjóræningjaskip, þetta er allt voða skemmtilegt. Þetta er ekki bara Menntaskólinn sem er í þessu starfi, heldur fengum við líka leikara frá grunnskólanum til þess að koma og aðstoða okkur og meira að segja aðalleikonan okkar, hún Íris, er úr grunnskólanum. Þannig að þetta er svona samstarfsverkefni milli 10. bekkjar og Menntaskólans hér á svæðinu. Hæ, ég heiti Fífi Grey og ég er nemandi í MB og ég er að leika herra Níels. Hæ, ég heiti Bjarni Freyr Gunnarsson og ég er nemandi í grunnskólanum í Borgarnesi. Ég leik Tomma í leikritinu Línu Langsokk. Hæ, ég heiti Hafrún Birta Hafliðadóttir og ég er í Menntaskólanum Borgarfjarðar og ég leik Önnu í leikritinu Línu Langsokk. Hæ, ég heiti Jóna Jenny og ég er nemandi í Menntaskólanum Borgarnesi og ég leik frú Prússolín í leikritinu Línu Langsokk. Hæ, ég heiti Nikoló, ég er nemandi í MB. Ég er að leika hestinn hennar Línu. Hæ, ég heiti Darja og ég er nemandi í MB og ég er að leika kennarann í leikritinu Lína Langsokkur. Hæ, ég heiti Alexandra Líf Samúelsdóttir. Ég er í grunnskólanum í Borgarnesi og ég er að leika umboðskonu Adolf Sterka í Línu Langsokk. Hæ, ég heiti Kristján Frankling Sigurgeirsson og ég er hér fyrir hönd leikfélagið SVF1 í Menntaskóla Borgarfjarðar til að segja ykkur að ég leik glúmræningja og Langsokk skipstjóra. Hitt ykkur á sýningu! Hæ, ég heiti Unnur Helga Víðursdóttir og ég er nemandi í Menntaskóla Borgarfjarðar og ég er formaður leikfélagsins SVF1. Ég er líka að leika í leikritinu og ég leik bara auka hlutverk, þá er ég að leika skólakrakka og sjóræningja. Ég heiti Hugrún Björk, ég er í grunnskólanum í Borgarnesi og ég er að leika Klængu. Ég heiti Guðmundur Friðrik Jónsson og ég er nemandi í MB. Ég leik sölumann og sjóræningja í leikritinu. Hæ, ég heiti Sigmundur Geir Sigmundsson, ég er nemandi við Menntaskóla Borgarfjarðar og ég hjálpa til við leikmynd og síðan ljósmyndun í bakgrunni við leikfélagið. Hæ, ég heiti Íris Líf og ég er nemandi í grunnskólanum í Borgarnesi. Ég er að leika Línu Langsokkur í leikritinu Línu Langsokk og ég vonast til að sjá ykkur öll á leiksýningunni. Þetta er búið að ganga bara yndislega vel og bara skemmtilega að vera að vinna með þessum krökkum. Þetta er í fyrsta skipti nefnilega sem ég er að leikstýra. Ég sjálfur er svona áhuga leikari, ég er með mína leiksýningu í Landnámssetrinu í Borgarnesi og hef verið svona með annan fótinn í leikstarfi og svona almennum fíflagangi lengi vel. En þetta er hins vegar í fyrsta skipti sem ég er að koma og leikstýra, þannig að það er jafn mikill lærdómur fyrir mig, ef ekki meiri, heldur en fyrir blessuðu leikarann. Og það er náttúrulega fleiri sem koma að þessu heldur en bara leikararnir. Við erum með dásamlegt fólk sem er að koma, sem er í stjórninni og aðrir sem er að vinna í sviðsmynd og tæknimálum. Sá sem eiginlega skiptir mestu máli fyrir mig akkurat þessa stundina er hann Samúel
bjargvætturinn sem er völundur á allt efni sem hann tekur sér fyrir hendur. Ég heiti Samúel Halldórsson og ég er yfirmaður í tækni, sem sagt ljós og hljóði. Ég er yfir að hanna og smíða sviðsmynd, sauma búninga og gera props. Ég er núna að smíða hestinn fyrir Nikoló sem að mun vera einn að leika hestinn. Það er mjög erfitt prósess því að það þarf að búa til mekanisma fyrir lappirnar, svo það er virkið með lappanum á honum og það þarf að gera það þannig að hann kapningur hita. Og ég sem sagt teiknaði upp sviðsmyndina í þrívídd til að aðstoða og sýna hvernig hún virkar. Þessi uppsetning á leikritinu kemur mér óvart gagnvart því hvað mér finnst það fyndið og skemmtilegt miðað við að þetta er barnaleikrit. Geir Konráð setur þetta upp á mjög skemmtilegan hátt og krakkarnir setja sinn snúning á leikritið sem ég mæli eindregið með allir mæti á. Þetta er fullt af gleði, fullt af spennu og söng og ég bara mæli eindregið með að fólk komi og kíkja á þetta. Þetta er barnaleikrit en ég myndi segja börn á öllum aldri, þannig að bara verið hjartanlega velkomin til okkar hérna í menntaskólanum. Ég vona endilega að koma á leiksýninguna og sjáum við hversu frábært þetta er búið að vera hjá okkur. Ég vona að koma á leikritið, þetta er ótrúlega skemmtilegt og ég mæli eindregið með því. Ég vona að sjá okkur öll hress og kát á sýningunni.